Sælir herramenn, í þessu þætti ætla ég að tala þegar við erum að fara að taka ykkur persónulega, ykkur skítráði, hvort sem viljandi ekki og við tökum persónulega. Og það tvær leiðir, annarkvort geturðu hagaðar eins og þú sett óöruggur maður eða lítill í þér og með lélega félagslega stöðu, eða þú getur hagaðar eins og þú ert maður með háa félagslega stöðu, mjög sjálfsöruggur maður. Þú ræður hvort þú gerir. Og þessi þáttur verður mjög persónulegur af því ég rosalega mikið að tala bara frá hvernig ég náði að díla við þetta og hvernig ég díla við þessi vandamál og hvernig ég komst gegnum þetta að taka hlutum persónulega. Svo mun ég tala hvernig menn sem eru öruggir, hvernig þeir hafa sér og menn sem eru óöruggir, hvernig þeir hafa sér. Og svo mun ég koma nákvæmlega hvað þú getur gert. Og ástæðan okkur þú vilt fara að gera þessa hluti að þá sýnur herri félagslega stöðu, fólk mun virða meira, fólk sér ekki að þú ert óöruggur eða lítill í þér. Gerist þegar menn verða öruggir og með sjálfsöryggi þá hætta þeir að taka hlutum persónulega. Þegar ég var yngri og áður en ég þorði að gera einhvað til þess að betur bæta sjálfstraustu mitt eða sjálfsálfu mitt, þá hafði ég heilan minn. Ég gat lært hvernig ég átt að haga mér aðstæðum eins og öruggur maður, þannig ég náði að þjálfa mér í því og það lét mér líða vel að ég hagaði mér eins og alveg maður eða öruggur maður, þó ég var að deyja inn í mér. Ég ætla að byrja á einu sögu og kannski mun hún ekki make a sense eða hafa neitt samhengi en hún mun gera því meira sem hún hlustar á þáttinn. Því mun taka dæmi og reference. En ég var að byrja inn í vinnu og það maður að sýna mér staðinn og eitthvað svoleiðis. Svo hittum við annan mann inn á vinnustaðnum. En sá maður talaði við mannin sem var með mér en ekki við mig og talaði eins og ég væri ekki á staðnum. Var svona eins og að vera að dissa mig. Eins og ég væri ekki hana og talaði mig og hló og fannst rosa fyndið og eitthvað svoleiðis. Og ég tek því persónulega og svona pínu disrespectful og ég fílaði ekki og svona fílaði ekki gæjana eftir þetta. En að því ég veit hvernig ég á að hafa mér þá gerði ég okkur hluti. Ég leti svo að þetta hefði ekkert bögga mig og fór bara að vinna í þessari vinnu einhver tíma. Þegar ég hætti í vinnunni þá var þessi maður svona my number one fan eða number one klappstýra. Hann var alltaf að telja niður dagana þegar ég var að fara að hætta og elda draumana mínu að gera sem ég langar að gera og var rosalega mikið að samgleðast mér. Í byrjun var hann algjör dick og svo var hann bara einn af skemmtilegustum mönnunum. Núna ætlum við að fara að læra hvernig við getum ekki tekið hlutum persónulega. Eða við tökum persónulega en bara hvernig við eigum öðruvísi að haga okkur eða gera í aðstæðunum til þess að þjálfa okkur í að vera menn sem eru öruggir. Þá viljum við læra hvað öruggir menn gera og versus hvað menn sem eru óöruggir, hvað þeir gera. Þegar hún að stoppa hann á milli, segja við líka mann og sál, ég vil ekki þú haga þér svona þegar þetta gerist, þegar einhver dissaði, ég vil haga þér á þennan hátt, af því það hækka félagslega stöðuna eina. Og þessi þáttur verður mjög persónulegur, þannig ég bara algjörlega að tala frá hvað ég gerði til þess að yfirstíga þessa hluti. Og ég ætla að tala hvernig þú getur bregst við, þannig að þú hækka þína félagslega stöðu og eins og sitt sjálfsörgur og með mikið sjálfsmynd. Þú kannski upplifir þetta eins og þú ert að fake þetta en þú ert ekki að fake þetta, þú ert að endurforrita líkamæðin og hvernig þú hugsar og hvað þú gerir þannig að þú byrjar að gera þetta að vana. Það sem gerist, þegar þú tekur ykkur persónulega þá er rosa mikið vani að haga sig á okkur hátt og líkaminn og sálinn gera allt og það býr til tilfinningar sem þú lætur okkur taka þetta ennþá meira persónulega. En ef þú nær að stoppa þig, þegar þú tekur ykkur persónulega, stoppa, hugsa hvað er að gerast og segja sjálf að ég ætla að gera þessa hluti að þessi hluti hækka mína félagslega stöðu og þessi hlutir sína ég sem er sjálfsöryggi og þá fyrir líka býtu já að vera að taka þessu persónulega en þú ætlar ekki að taka þessu persónulega og hætta að dæla kvíða og allt þessu reiði og svona og því aftur að gera þetta, því léttar að verða þetta og svo líka á sama tíma er þetta að byggja upp sjálfstraustið, mæti ræktina, ná markmiðunum og svoleiðis. Þannig að þetta á svona alltaf blandast inn í. Sama á þú væri að læra að keyra bíl. Kennarinn segir við þegar þú ert að keyra á kind þá viltu hægja á þér og keyra á hana en líkamæðin og hugsuðin langar að bara brensa nauðhemla og beygja til hliðar. Það er svona fyrstu viðbrögð sem við viljum gera. Ef það gerist þá veltum við bílnum. Þannig að sama eins og ég er núna að fara að segja ykkur viltu koma fram eða haga þér eins og maður sem er óöruggur eða viltu koma fram eins og maður sem er bara öruggur eins og hann væri öruggur af því svo þjálfast þetta og verður meira. En bara svo vitir, það er ekki bara nóg að gera þetta. Þú vilt líka að byggja upp sjálfsmynd og sjálfsöryggi, fara út fyrir þægindaramman, mæti ræktina, gera ykkur markmið og svona byggja alveg hvoru upp. En þetta er svona svolítið svona bara læra hvernig við getum
haga á okkur, af því að sem ég held að þegar menn ná árangri og menn ná einhver stefnu í lífinu og ná upp að þeir aðlast og breytist og byrja að haga sér allt öðruvísi. En við getum svona pínu tekið shortcut með að bara vita hvað við eigum að gera og gert það. Og þetta hjálpaði mér í byrjun, af því eina sem ég hafði var bara heilan, hvernig ég hugsaði. Ok, förum yfir, maður sem tekur ekki hluti persónulega. Og ég ætla að byrja á að tala sem mjög algeng. Þegar maður tekur ekki hluti persónulega, þá getur bent honum á alls konar hluti. Þú getur, bent honum á hvernig þetta gerir hluturna betur, hvað aðferðir hann getur gert. Og komið svona bara, þú getur bent honum á, þú getur hjálpað hann og getur talað hluti án þess að hann tekur því persónulega. Þó að hann veit það og hefur gert áður, þá hann bara ok, ekkert mál, horfur á því eins og maður sem vil hjálpa. Óöruggur maður er maður sem býr undir svona óöryggi og tekur hlutum persónulega og eins og það sé árás. Ef þú segir við þannig mann, heyrðu, þú getur gert þetta svona, þú getur lagað þetta svona eða vissir að það til öðruvísi leið við að gera þetta. Þetta mjög algengt á vinnustað, allan í iðnaðarbransanum, að þeir taka svo eins og það sé árás, eins og það segja að þeir sé ekki nógu góðir eða þeir eru ekki nógu klárir eða þeir veit ekki hvaða leið þetta er og eitthvað svoleiðis. Þannig að þau ert að benda á eitthvað til að hjálpa þeim, eiga til með að svona, já, ég veit þetta alveg, verð ekki að skipta það að mér, gerðu bara það sem þú átt að gera, ég veit þetta alveg, ég kann þetta alveg. Og bara að akta þannig, ert að sýna það úr óöruggur. Þannig að með að sleppa að gera, ert að sýna að þú sért öruggur. Þannig að sjáðu hvað þetta er einfalt. Það sem ég gerði er að horfa alla eins og þau voru kennarar. Þó að einhver manneski er að segja mér hvað ég get gert og ég veit það, þá er ég ekki að fara að segja, ég veit þetta, ég kann þetta, ég leiði henni bara að kenna mér það. Þannig að þú getur þá gert í aðstæðum, þegar einhver kennar að benda þér á, ekki taka það persónulega, ekki taka það sem árás. Hann er bara leiðbeina, hann veit ekki hvað þú veist eða hvað þú kannt. Þannig að bara hætta þig, þá ertu strax búin að sýna ákveð öryggi, get easy. Ok, menn sem taka hlutum ekki persónulega, en stundum lendur maður því að annarkvort er fólk að dissa mann viljandi eða óviljandi. Stundum er fólk að skjóta á mann viljandi eða óviljandi. Þannig að öruggur maður, hann tekur þessu ekki sem dissi eða vera að draga sig niður eða disrespect. Hann er alltaf rólur og yfir í svona aðstæðum þegar eitthvað svoleiðis gerist. Af því að hann veit að ef hann fer að vera rosa tilfinningalegur og ekki róluður, það mun lækka hans stöðu. Hann frekar bara lætur hann eins og ekkert hafi skeð. Ok, hvernig er maður sem tekur hlutu persónulega sem sýnir að hann sé óöruggur eða árás? Ef einhver manneskja segir við hann viljandi eða ekki viljandi, svona diss eða skjóta á hann viljandi eða ekki viljandi, þá tekur hann eins og það sé árás, eins og það er að reyna að gera lítið úr honum eða segja hann sé eitthvað minni maður og hann vilja gera þá svona yfirleitt að minni reynslu er að þeir fara að skjóta á móti, þeir fara að reyna að segja eitthvað neikvætt á móti. Það er bara fyrsta sem ég gera. Eins og dæmið bara, akkur það mætti á seint í vinnuna. Og ég sé bara að spurja, ég er ekki að meina neitt illt með þessu. En maðurinn tekur þessu, ég er ekki að árás á hann eins og ég segja hans ekki nógu góð vinnumæður. Og þá myndi hann reyna að skjóta eitthvað tilbaka, segja sá lati maður. Það er aldrei hægt að treysta þar, alltaf farin fyrir úr vinnunni. Þannig að hann segja eitthvað til þess að hann draga hinn niður, af því að hann upplifði eins og að var skjóta á sig. Eða óöruggur maður, hann dregur sér bara hlé, hann bara slöknar á honum, segir ekki neitt og bara lokar á sig. En við ætlum ekki að fara yfir þessa hluti í dag. Í aðstæðum, ef þú myndir sleppa því einhver segir eitthvað við þig sem þú tekur persónulega og þú bara segir ekki neitt neikvætt tilbaka, reyna að skjóta hann eða segja eitthvað til að niður, þá ertu strax búin að sýna það og þú ert miklu öruggari og þú með hærri félagslega stöðu og þú ert ekki með eitthvað svona triggers, skilur. Pæli hvað þetta er easy. Þetta er mjög easy. En það fer eftir hversu mikið hann er að skjóta á þig ef þú lendir í eitthvað sem er virkilega að tala það niður. En við förum yfir alltaf þessu hluti hvað getur gert. Og öruggur maður, hann setur mörk. Ef einhver manneskja fer yfir strikið, segir eitthvað sem honum fílar ekki, óæskileg hegðun, þá segir hann bara, ég fíla þetta ekki, skilur. Mér finnst þetta óæskilegt. Mér finnst þetta bara óheiðalegt að það er. Mér finnst bara leðileg framkomið það er. Yfirleitt menn sem eru óöruggir, þeir segja ekkert. Þeir leyfa fólki vaða yfir sig. Eða rétta bara með rosalega svona neikvæðum hætti til þess að reyna að setja mörk, staðan fyrir bara að segja ekki geta. En allavega, höldum að áfram. Sem er að segja við ykkur sem var svona game changer fyrir mig, sérstaklega finnst óþægilegt að fólk er að hlæja að þér eða hlæja.
áður en ég fer í hitt sem ég að svona allt stöffið. Ég vil gera greina mun þegar fólk að hlæja sem að fólk að hlæja þér. Það munur þegar fólk að hlæja að atburðinu sem átti sér stað eða hlæja þér, sem að þú dettur og fólk að hlæja og þér finnst það ekki óþægilegt og þú heldur að hlæja þér. Þau eru ekki kannski að hlæja þér, þau eru að hlæja atburðinu að þú dast. Það var fyndið. Þau eru ekkert með svona persónulega árás á þig þegar ég var yngri og þegar fólk fór að hlæja að hvernig ég skrifaði og tók ég bara eins og að hlæja að mér. Svo eins og með vinum mínum þá komst ég að því þeir eru ekki að hlæja að mér að því ég kann ekki að skrifa út af lesblindinni. Þeir eru að hlæja að þeir finnst fyndið hvernig ég orðin þegar ég skrifa. Þá náði ég að taka meiri þátt í hláturunum og hafa meiri gaman og tóku sig ekki persónulega. Þau voru ekki að hlæja að mér, voru að hlæja að atburðunum hvernig ég skrifaði, sem var ekkert persónulegt. Þetta svona eitt sem ég vildi koma fram áður en förum í tæknina, hvað við getum gert. Förum núna yfir hvernig við eigum að vera til þess að sýna að við erum að háa félagslega stöðu. Og alltaf þú lendir í einhverju og þú verður að muna, stundum við fólk að reyna að skjóta þig og stundum við fólk ekki að reyna að skjóta þig. Stundum bara erum við með eitthvað óöryggi og það triggar okkur. Og við höfum stjórn á það, við meira með okkur að gera heldur nokkuð tíma einhverja aðra mannesku. Alltaf þegar ég fann fyrir eitthvað svona trigger, eitthvað skjóta á mig, ég móðgaðist eða ég fann eitthvað svona óöryggi, þá var það ekki þeim að kenna, þá var það mér að kenna, af því ég vildi geta laga óöryggið, þannig ég þurfti að finna leiðir til þess að laga, þannig að þetta hefði ekki áhrif á mig, skilur, einhver sagði eitthvað við mig sem mér fannst eitthvað óþægilegt. En byrjum núna. Númer 1, alltaf vera rólur og yfirvegaður. Og þá meina ekki vera svona tilfinningalögur, svona, hvað segirðu, hvað varstu að segja? Ekki tilfinningalögur, vera bara rólur og yfirvegaður. Af því fyrsta sem við viljum gera, einhver særir okkur, að það er að skjóta tilbaka eða segja eitthvað vont tilbaka eða vera eitthvað svona diss tilbaka eða hunsa eða eitthvað svoleiðis. Þú vilt bara láta þess að ekkert höfðu skeið. Bara ok, flott hjá þér. Ef eitthvað segir eitthvað við þig og þú fer að skjóta hann tilbaka, segja eitthvað til þess að dissa hann, þá ertu basically að sýna það að hann hitt á viðkvæmum punkt og þú ert óöruggur. Þannig að með að sleppa því að skjóta á hann eða segja eitthvað neikvætt tilbaka, þá ertu að sýna sjálfsöruggur og með herri félagslega stöðu. Þetta er það easy. Eins og í sögunni, gaurinn sem var að tala um vinnufélagin en ekki mig, eins og ég væri ekki hérna. Ég hagaði mér eins og ég tók þessu ekki persónulega. Ég var bara rólur, yfirvegaður og eins og mér var alveg sama. Ég hefði alveg getað að fara að reyna að dissa hann eða segja eitthvað á móti eða eitthvað svona, reyna að lækka hann, en ég gerði það ekki. Því ég vil ekki sýna að hann hitt á einhvern viðkvæmum punkti á mér. Og númer 2, stundum, ég var að segja þetta, en ég segi þetta aftur, stundum þegar fólk segir eitthvað eða gerir eitthvað sem þú tekur inn á þig persónulega og finnst eins og það var að gera árás á þig, þau les ekki hugsanir, þau vit ekki hvað þú ert óöruggur með eða hvað þínir viðkvæmi punktar eru. Þannig að þau eru ekkert að reyna að vera leðileg, að reyna að vera vond. Þau bara óvart sögðu eitthvað sem særði og það hefur allt með þig að gera, ekki þau. Sem þýðir, ef þú myndir síðan byrja að skjóta þau tilbaka, eitthvað segja eitthvað við, þú bara móðgast og þú fyrir að skjóta tilbaka og segja eitthvað neikvætt, þá er þú neikvæða gæinn, þá er þú gæinn sem byrja að dissa, þá er þú fyrsti gæinn, því þau vissi ekki þau voru að hitta einhvern viðkvæmum punkt, þau bara voru að tala um eitthvað venjulegt. Þannig að þegar fólk er að segja eitthvað við þig, ekki taka þig persónulega, því þetta getur bara vel verið að þau voru bara að tala um lífið. Eins og maðurinn í sögunni, kannski var hann bara að reyna að vera fyndinn, kannski fannst honum að vera að geta klár eða fyndinn eða vera góður, kannski er þetta bara hans leið til þess að kynnast fólki, kannski var hann ekkert að reyna að dissa mig eða koma illa fram, honum fannst þetta kannski bara gaman. En ef ég sem byrja að fara að skjóta á hann, þá er ég verið leiðileg gæinn, þá er ég verið gæinn sem byrja að vesenið. Ok, númer 3, ef þú tekur einhverju persónulega, ekki halda gremjunni, ekki vera í fílu, ekki 2 vikum seinna að segja eitthvað neikvætt eða vera svona hunsan og sýna það særði og vera vondur. Að láta eins og ekkert hefur skeð. Leiðið að þú sýnir það að hann særði þig og þú tókstu persónulega með að vera pínu leiðilur eða ekki tala við hann hunsan, þá ertu að sýna það, þú ert að eyða alltaf miklu tíma í að hugsa um hann og hans skoðanir skipta þeir miklu meira máli heldur hvað þér finnst sjálfa þig. Þannig að besta sem getur gert er bara ekki sýna neitt. Ég talaði eins og þetta gæi sem fór í fílu við mig í 3 mánuði og ég hagaði mér eins og veist, ég var ekki í fílu. Maður með mikið öryggi og háfélagsstöðu er ekki að eyða fokkin tíma að því að hann er upptekinn að gera eitthvað hluti, hann hefur bara ekki tíma í að hugsa um eitthvað svona smámál og eitthvað svona drama. Þess vegna hugsaði ekki um þetta. Það skiptir ekki máli. Þeim er alveg sama hvað annað fólk finnst þá. Og það er þetta að sýna hana.
eins og með kallinn í sögunni, ef ég einhvern tímann verið í mat eða kaffi eða þegar ég hitt hann, vera að dissa hann, þá hefur líka búið til svona leðilega orku, hann þótt ég leðilur og algjör fáti, skilur við. Það hefur bara búið til leðilegt vinnu umhverfi og ég var það búin að sýna við hann að ég væri mjög óörgur maður og hans álit og hvað honum finnst mig og hvað hans herði mig skipti mig svo miklu máli að ég ætla að vera svo leðilur og bla bla bla. Best ekki að pæla í þessu. Þegar einhver segir eitthvað við mig sem móðgar mig, ég reynir bara strax að losa mig við þetta. Bara, ok, hann móðgaði mig, af hverju hann að gera það? Er ég með eitthvað undirliggjandi issue? Hvað þarf ég að laga? Var hann að reyna að móðga mig? Nei, hann var að reyna bara að vera góður, kannski vissi hann ekki. Þetta var bara kannski misskilningur, burt með þetta. Ég hef engan áhuga að sitja í gremjunni, það bara stoppar mig fyrir að ná lengra í lífinu. Ok, og númer 4, ég mun tala meira þetta aðeins á eftir. Þegar þú sýnir mikið sjálfstraust og sjálfsálit og háa félagslega stöðu, fólk í kringu þig bara nærvera þín af því að þú sýnir ákveðna stöðu, sjálfstraust, öryggi, ófeimin, og það minnir fólk á þeirra eigin vandamál, þeirra eigin sjálfsmynd, hvar hún er ekki, eða hvað þau eru óöruggum sjálfa sig. Og þá þurfa þau að svona skjóta á þig eða dissa þig, eða segja eitthvað neikvætt til þess að draga þig niður, af því það er léttar að draga eitthvað niður heldur en að draga sjálfa sig upp. Meikar þetta sens, eins og gæinn í sögunni. Kannski sá hann mig, ég veit ekki, ég les ekki hugsanir, en fannst ég augra honum á einhvern hátt. Kannski horfði hann á mig og bara, þetta er leiðilegur gaur. Svo komst ég í ljós að ég var ekki leiðilegur gaur. Eða, kannski hélt hann að ég var fáiði, hann var ekki fáiði. Og þetta var svona hans óöryggi að reyna fyrst að skjóta með hans niður, ná mér niður, svo honum getur liðið betur með sjálfan sig. Þegar fólk er að skjóta á þig eða draga niður, það hefur ekkert með þig að gera, meira þau. Og þau gera út á óöryggi eða þess að reyna að laga egoið sitt eða ná egonu sínu upp. Og ég kemur stutt dæmi. Þegar ég var yngri kringum 19-20, þá menn sem voru kringum 30 með svona stóra bumbu, með smá skegg, bara eins og ég lít út núna í dag, og þau voru með bumbu ístru, þeir fóru í taugan á mér. Ég bara hata á, ég þolda á ekki, ég gæti ekki hlusta á þá, ég gæti ekki tekið mark á þeim, og fóru bara í taugan á mér og ég bara skildi ekki af hverju. Þá til ég fattaði, þeir voru að minna mig á hvað ég vildi ekki vera þegar ég var 30. Ég vildi ekki vera 30 með risastóra ístru eða stóra bumbu, ég bara vildi ekki. Þannig að þessna fóru í taugan á mér, ekki af því þeir voru asnalegir, heldur að þeir voru að minna mig á hvað ég vildi ekki vera, og það var óþægilegt fyrir mig. Og núna ætla ég að fara í hvað við getum nákvæmlega gert þegar einhver manneskja er að virkilega skjóta okkur, dissa okkur eða koma rosalega illa fram við okkur, til þess að við höfum okkur eins og maður með háa félagslega stöðu eða mikið öryggi. Og þegar einhver kemur skotaði til þess að draga þig niður eða dissa þig, fyrsta sem þú vilt gera, ég er búin að segja þetta áður, ég mun segja þetta aftur, ekki taka þátt í, ekki fara að reyna að dissa hann á móti eða segja eitthvað til þess að draga hann niður, af því það er óöryggi að tala. Þá dissar eitthvað þig og þú bara eitthvað, ég verður að segja eitthvað á móti, hann lét mér líða svo illa eða draga mig niður að ég þarf að draga hann niður og segja eitthvað hann er asnalegur eða fáiði eða whatever. Af því þegar þú byrjar að dissa tilbaka, þá ertu að sýna að hann hitta okkur viðkvæmum punkt með að ekki gera neitt, bara, ég mér komið fleiri hluti, bara með að ekki láta sýna það að þetta hafa áhrif á þig, ert að sýna að þú ert með miklu meiri sjálfsöryggi. Og númer 2, það er ein undantekning þegar þú ert að fara að skjóta tilbaka, þegar þú ætlar að svara fyrir eða segja eitthvað að því hann virkilega var að dissa þig, ekki með eitthvað skota þig, það er ein undantekning. Þá máttu skjóta á hann. Það er þegar þú ert að fara að skjóta á hann eða segja eitthvað við hann tilbaka og það þarf að vera fyndið. Það er eingöngu til þess að vera fyndið sem hópurinn eða fólk í kringum getur hlegið af. Ef þú ert að fara að segja eitthvað til þess að sem er fyndið en í raun og veru er þetta að koma til þess að reyna að gera lítið úr honum, þá virkar það ekki. Bara þessi einfallega fyndið og skemmtilegt. Ok, ég ætla að koma lítið dæmi, litla sögu hvernig þetta kemur út í svona aðstæðum. Það var þessi maður sem er pínu frægur, á svolítið af peningum og svona með félagslega háa stöðu og hann er að reyna við þessa stelpu í einhverju partíi og það gengur ekki neitt. Það gengur eftirlega eitthvað svoleiðis. Og það er annað gæja hana sem gengur miklu betur hjá honum og hann er bara svona hana á staðnum og hann er brettagaur. Frægigurinn, hann segir við gæluna að það gengur ekkert, veist að ég get alveg komið og pikka upp á bílnum mínum, eitthvað flottur bíl og færi bara upp í hús til mín í sánu, gufu, heita pottin, risavilli og hann svona notar alla peningarna sína til þess að reyna að heilla hana. Og hingæinn, hann fer bara hlæja, hann svona fyrir að flissa og finnst að geta fyndið og frægigæinn fyrir að skjóta á
brettagæðan, bara eitthvað hvað þú ert ekki með neitt til staðar, skilur, þú ert ekki neitt, bara þú átt ekki þessu flotta bíl, flott hús, þú ert ekki neitt, skilur, hvað getur þú boðið, man ekki alveg hvað hann sagði, brettagæðan hugsa sig að þessu, horfa sinna gæðan og segja, ég er góður í tásunuti og allir í herbygginu fara að hlæja, einu sem hann sagði, ég er góður í tásunuti, gæðin sem var frægur, hann var að reyna að skjóta á hann og reyna að draga niður fyrir ekki mega peninga og vera í ákveðnu stöðu. Hinn skaut bara tilbaka eitthvað sem var fyndið. Hann var ekki að reyna að draga niður. Hann tók ekki þátt í svona tippakeppni. Hann var ekki eitthvað að koma með eitthvað tippakeppni og já, ég er búinn að fara á svona mót og reyna eitthvað sannfæra hinu gæjanum að hann sé eitthvað betri. Og það þetta sem menn gera sem er svolítið svona dregun yfir þeirra félagslega stöðu. Af því þeir reyna að metast við konar annan hvor er betri. Bara skjóta tilbaka ef það sé fyndið. Ekki til þess að draga niður eða til þess að lifta sjálfum þeir upp. Make þetta sense? Ok, númer 3, ykkur að skjóta því, það er að koma fram eða haga þér eins og 10 ára frænkaðin var að reyna að dissa þig. Bara, ok, og ekkert pælið meira. Þegar ef 10 ára frænkaðin var að segja og vera gleðilegur eða reyna að skjóta þig eitthvað, vera svona eitthvað, mér finnst þú ekki skemmtilegur eitthvað svoleiðis, þú myndir bara líklegast hlæja, þú myndir ekki taka inn á þig. Það er að þú vilt gera þegar einhver dissa þig. Því þú fer bara hlæja, þeir eru alveg sama, skiptir ekki máli. Og þetta virkar líka mjög vel ef stelpur eða konur er að reyna að dissa þig. Bara koma fram við þér eins og þessi 10 ára frænkuðinnar. Númer 4 að svo getur gert, eitthvað skýtur á þig og staðan fyrir að svona hlusta á hann og taka marka á þessu og skjóta tilbaka og segja eitthvað. Þú vilt meðtaka þetta, þú heyrði hvað hann sagði en svo fer það bara út hitt eyrað. Þegar eins og þú væri í símanum og einhver tala við og þú var bara já ok, og svo bara heldur áfram í símanum. Þannig að segja maður úr til eitthvað samræðum og einhver kemur með eitthvað svona skítakommentaði, þú bara, ok, og svo bara heldur áfram í samræðum eða heldur áfram að gera þess að þú varst að gera. Þegar þú hunsar og getur líka stundum hunsa eins og heyrði þetta ekki, það fer eftir aðstæðum, en oft er bara svona, ok, og svo bara heldur áfram. Þá ertu að sýna það sem hann sagði skiptir ekki máli. Og svo númer 5, það er basically bara að setja mörk. Mér finnst best að gera þetta þegar ykkur er eitthvað dissa, oft er hann ekki eins og dissa, hann bara segir eitthvað sem ég fíl ekki, ég vil bara ekki fá þessa hegðun frá honum og það er staðan fyrir að segja eitthvað við hann fyrir framan alla, þá dreigir hann bara til hliðar eða næst þegar við erum bara 2 og ég segi bara ég fíla ekki ef þú segir þetta, ég fíla ekki ef þú hagar svona, bara segja það við hann og ef annarkur tekur hann ef hann tekur ekki, þá bara þitt hlutverk að umgangast mannin eða ekki og svo númer 6 þess að þú getur gert ef ykkur er svona að tala niður, mjög gott að segja bara áhugavert, já ok, þið finnst það búið og vilt ekki að fara að afsaka þig, vilt ekki að fara að útskýra eða afsaka þig að tala það, svo vilt bara halda áfram að gera þitt. Ok, tölum aðeins þegar menn er að dissa mann og eitthvað svoleiðis. Mín reynsla er að þegar ég var með lága félagslega stöðu eða lítið sjálfstraust áleit, var svona pínu eins og ég var ósynlegur, þá voru menn ekkert að dissa mann eða segja eitthvað við mann eða svona koma ákveð illa fram við mann. Það voru bara menn sem voru mjög brotna sjálfsmynd sem voru nýttu sér svona veikleika mína til þess að hann hífa sjálfan sig upp. En þegar ég fekk sjálfstraustið og sjálfsáleitið og var með svona háa félagslega stöðu, þá allir byrjuðu menn að dissa mig. Þá byrjuðu menn að skjóta á mig og dissa og oft var þetta svona passive aggressive og ástæðan okkar að ég held að það gerist að mínu mati er að þegar þú ert komið sjálfstraust og sjálfsálit, bara nærveran þín augrar sjálfsmyndinni hjá hinum strákunum. Bara að þú sért í aðstæðunum kringum fólkið þá verða þeir óöryggir með sjálfan sig og þeir get ekki díla við það. Þannig að eina leiðin fyrir þá er að segja eitthvað neikvætt við því til þess að reyna að draga þeir niður svo þeim líður eins og þeir séu betri og klárari, skilur. Sama eins og fyrir tippakeppni. Ef þú segir eitthvað sem þú gerir ótrúlega flott eða stolt eða eitthvað ánægð með og einhver þarf að koma sögu til þess að toppa það, þá er bara þegar honum leið skringilega eða lítill í sér og staðan fyrir að horfa innra við og sjá að ég þarf kannski eitthvað að laga hjá mér og þá skjóta það niður. Þannig að þegar þú er komin á stað þar sem þú lendir í mikið af mönnum eða fólki að svona dissa og segja eitthvað svona fárlegt við, þá er það bara því þeir horfa á þig sem flottari þó að þeir vita ekki að því en þeir sjá þig sem superior, þeir sjá þig sem maður með herri félagslega stöðu. Þannig að þegar ég var í einhverju partíi eða var kringum einhverju gauðra, þá tók ég þessu ekki persónulega og skjóta á mig. Þá var ég bara ok, ég veit þér finnst ég vera flottur án þess að þú veist að því. Þér finnst að ég sé hérna, þá er ég augrun fyrir þér. Það er eftir eina ástæðan á mínum mati af hverju menn fara að dissa. Af því að egoið þeirra er að reyna að verja á að þeir séu ekki kannski að gera réttu hlutina eða er ekki komin á stað sem þeir vilja vera.
eða með lítið sjálfsöryggi sjálfsmynd. Það miklu léttar að draga einhvern niður heldur en að byggja sjálfan sig upp, miklu erfiðara. En það samt ekki erfitt þegar þú byrjar á því. Ég ætla að koma með stutt dæmi félaga minn hvernig þetta lítur út í svona aðstæðum. Vinur minn rekur verslun og hann tók vídeo að sér eitthvað tala og reyna að selja eitthvað vöru og einn af starfsmönnum með vinur hann sýndi honum vídeoið og á bara 0,00 sekundu þá sagði hann að þú verður að taka þetta upp aftur, þetta bara ömurlegt. Hann var strax að skjóta niður vídeoið af því að þó að var ekkert að vídeónu, hann bara þurfti að finna einhvað sem honum fannst ekki vera nógu gott en neikvæð til þess að segja var eitthvað að vídeónu sem þýðir að segja eitthvað að hann var að gera eitthvað vitlaust, hann var ekki nógu góður að búa til vídeó til þess að líða nógu vel að hann sé ekki svona mikið nobody, eða svona, ég vil ekki segja nobody bara að því þessi gæi var ekki að gera neitt við líf sitt og var þessi gauri með lítið sjálfsöryggi og sjálfsálit til þess að díla við lífið, þá þarf hann að segja hvað félaga sinn er að gera slæma hluti eða lélugur í eða ekki nógu góður til þess að bara geta meika lífið. Make þetta sense. Þannig að þegar einhver menn er að dissa eða fólk, þá veistu þau eru yfirleitt að gera þetta út af þinni að þeir nærveran þín truflaðu. Ég ætla að koma með smá sögu, svo ætla að koma með smá bónus sem er svona hvernig ég náði að læra að vera góður í að svara fyrir mig. Bara leið sem ég gerði, hvernig ég fór að en þegar ég var yngri þá var ég mjög lélegur að svara fyrir mig og óörgur og eitthvað var að dissa með hóftur og með bara hlé. En eins og í daginn var í einhverjum aðstæðum. Þar var maður sem var vanur að vera fyndnigæinn. Hann var bara alltaf fyndnigæinn í öllum aðstæðum. Svo kem ég og ég er fyndnigæinn og fólk er meira að hlæja að mér heldur en honum. Og hann þolar ekki af því að þannig er ég orðinn ögrun fyrir hann af því að ég var með herri félagslega stöðu og gekk betur í svona þessum aðstæðum og það þoldi hann ekki, hann bara fór svo mikið töna á honum. Þannig að til þess að verja sjálfan sig þá þarf hann að byrja að skjóta á mig og það var svona oft passive aggressive og svona skítukomment. Ég veit að hann er að skjóta á mig af því að bara nærvera mín lætur hann líða illa sjálfan sig eða hann sé svona lítill að innan eða ég að taka athygli á honum eða whatever. Þannig að það böggar mig ekki að hann er að skjóta á mig. Þannig ég tekur sér ekki persónulega, ég er bara ok af því að ég veit það er að koma út frá óöryggis dóti. Þegar hann var að dissa mig þá stundum þá lét ég svo ég heyrði ekki hvað hann sagði eða þá lét ég svo ég heyrði hvað hann sagði bara ok og svo bara hélt ég áfram skilur eða sagði bara ok áhugavert og svo hélt ég áfram. Ég var ekki að stoppa við það sem hann var að segja eða svona bregðast við því. Eitt skiptið þá setti ég smá mörk skilur hann var að segja eitthvað sem átti að vera fyndið en það var svona á minn kostnað þannig ég sagði bara að þetta var ekki fyndið og svo bara hélt ég áfram. Vona að þessi þáttur hefur hjálpað okkur af því að þetta er bara það sem ég gerði og bónusinn það sem ég gerði til þess að læra að vera betri í svona comeback að skjóta á mótið einhver skítur á mig ef einhver er að skjóta á þig eða segir eitthvað við þig sem er fyndið og svona skota á þig skilur hugsaði comeback tilbaka alveg saman hversu langa tíma það tekur af því ég man fyrst þá var ég stundum ég var í 2 daga að hugsa comeback við þessu skoti og tók mig 2 daga það mesta sem ég held ég verið að hugsa og svo þegar meira sem ég gerði þetta því fljótara var ég að koma með svona comeback og betri og svo þegar ég fekk svipað skot þá var ég komið svona tilbúið comeback til að segja eitthvað fyndið tilbaka og svo annað sem ég gerði er að ég fór að horfa á uppistand eingöngu til þess að læra hvernig ég get svona komið comeback hvernig þeir segja sögunar eins og þeir að segja sögur þær eru mjög stuttar en mjög góðar, skilur. Þeir eru ekki að setja rosalega mikið upplýsingum í sögunar og svo er svona punchlineið. Þannig að ef við getum hort á uppistand til þess að reyna að læra og sjá hvernig þeir díla við til dæmis þegar fólk í salnum og kalla á þá og sjá hvort að þetta hjálpa þær. Nei, ok, núna er ég með smá mission fyrir. Þegar þú lendir í aðstæðin sem einhver segir eitthvað við þig sem þú tekur persónulega, tekur inn á þig, stoppa og hugsa, núna er ég að taka þessu persónulega en ég ætla ekki sína það. Ég ætla að vera bara rólur og yfir og láta eins og ekkert höfðu skeð. Skilur, ekki fara að byrja að segja eitthvað neikvætt tilbaka eða byrja að skjóta tilbaka. Það er óöryggið. Fyrir ekki að bara láta eins og hafði ekki áhrif á þig. En ef þú ert að lenda í þessu, ef þú ert með góð vininum aftur, þá viltu náttúrulega setja mörk. Þá viltu segja bara mér finnst það óæskilegt. Mission númer 2. Fylgstu með öðrum mönnum þegar þeir eru að byrja að fara að skjóta okkur annan eða eru í svona tippakeppni. Pröfa bara að sjá þegar einn maðurinn segir eitthvað sem særir hinn mannin hvernig hann
fer strax í að reyna að segja eitthvað neikvætt tilbaka. Bara að sleppa við það sýnir rosalega mikið sjálfsöryggi og sjálfstraust. Þannig ég passa mig á því að aldrei skjóta á einhvern tilbaka ef maður særir mig. Eina sem ég geri er að segja að það sé fyndið. Og það sem ég er búin að vera að tala virka líka þegar stelpur og konur að dissaði. Þannig að já, svo var ég að setja alla samskiptamiðla í lýsinguna. Þannig að ef þú vilt henda á follow mitt persónulega. Takk fyrir mig og við sjáumst.